þá komið að óttabúrleiðsögn fyrir Steingerð. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Byrjaði að athuga hvaða Steingerð ég er að tala við. Það er í vændum hjá þessari Steingerð, svona komandi misseri. Atburður, uppákomur, áskoranir. Það er leiðsögn fyrir þessa Steingerð. Líklegasta útkoman. Kæra Steingerð, það er svona pínu eins og að fyrir einhverju síðan, hér er ég að horfa aðeins aftur í tímann, að þá varstu mjög leitandi eftir svörum fyrir sjálft þig, bara hverju þú ert, hverju þú trúir, hvað þú stendur fyrir. Þú fórstu mikla innri vinnu að kanna hver þín gildi og skoðanir og innri sýn er, kynnast sjálfu þér upp á nýtt, leita svara og já, svona finna út úr því bara hver er ég. Og þú veitir alveg talsverðan tíma í þetta því að þú tíma varstu mjög týnt á þessu sviði. Þannig að þú fórst í vegferð að leita að sjálfu þér. Og þannig sýnist mér öllu að þú hafir stigið mikið inn í svona andleg málefni. Því að það er núna í dag mikil andleg þekking, mun meiri en var nokkuð tíman áður og andleg könnun. Þú ert að eflast og styrkjast og bara margfalt öflugri en þú varst. Þú ert ekki eins týnt og þú varst, að þú ert ennþá opið fyrir nýjungum, svörum, opið fyrir því að læra nýtt, vita meira þegar þú ert einhvern veginn meðvitað að þú ert í rauninni rétt að byrja. Það er svo margt sem þú ert eftir að læra. Þannig að þú ert mjög opið og mjög leitandi í að læra meira og þú hefur núna í dag sjálfsöryggið og sjálfsálitið þannig að þú getur treyst sjálfu þér til þess að læra. Og það er svo mikilvægt. Í dag þá hefur trúað því að þú getur lært. Á einhverju tímapunkti þá hefur trúað því að þú gætir ekki lært, að þú værir ekki nógu klárt, ekki nógu gott, ekki nógu góð námsmaður eða að glíma við námsörðuleika þannig að þú gætir bara ekki lært. En svo er átt á í dag að það er ekki alveg rétt. Það sem er komandi hjá þér, kæra Steingerð, er að það er verið að minna þig á að fara ekki of geyst, ætla þér ekki allt í einu, taka þér frekar færri verkefni fyrir hendur í einu og líka vera með öðrum. Vera í takt við aðra í þessari vegferð, í þessari vinnu, leyfðu þér að styðja við aðra og vertu til stuðnings fyrir aðra, að þegar eitt og sér þá er hætt við þau að fara svolítið fram úr sjálfu þér. Og fara að geista stað að þú ætlar svo rosalega margt og ætlar að læra svo mikið að þú gleymir þér. Þannig að það er ágætt fyrir þig að hafa partnera með þér. Þannig að það er alveg boðið fyrir þig að hafa eitthvað með þér í þessu. Þegar leiðsögn það er svo mikilvægt fyrir þig að halda jafnvægi, en það er bara svo ofboðslega margt skemmtilegt og spennandi í boði að þú veist varla hvar þú ert að byrja eða í hvort fótinn þú ert að stíga. Það er svo ofboðslega mikið, það er svo margt spennandi og skemmtilegt, en það er þetta með að halda jafnvægi og muna að ætla sér ekki of mikið einu, ekki fara út í neina öfga, stíga frekar varlega til jarðar og einbeita sér að einu í einu. Og þar skiptir þá öllu máli að
fara á maður að byrja, hvað fyrst, af því að þú ert ekki að fara að missa af neinu þó að þú gerir ekki allt á sama tíma. Byrjaðu á því sem að hjartað þitt segir að þig langar mest. Bara hvað langar þig mest, byrjaðu þar. Og hafðu partner með. Það er ágætt að byrja svona bara með einhverju förunoti, með einhverju vin sem er til í að stíga þessi skref með sér. Þegar það sem þetta kemur til með að leiða af sér er að þú nærð miklu frekari svona innri vissu og innri ró, þannig að þessi tilfinningum og þú þurfir að drífa þetta af, hún dvínar og þú upplifir meira öryggi í því sem þú ert að gera og sjálfsþekkingin þín og sjálfu þér, hún eykst til muna. Þú færð miklu skýrri sýn á gang mála, á sjálft þig, á hlutina og það er ekki eins mikið svona kaos og þú þarft einhvern veginn að prófa allt og gera allt. Skulum fá aðeins betri innsýn hér. Mér finnst eins og að þegar þetta tímabil þar sem þú varst mjög týnd, við sýnustu öllu að þú hafi slitið þig laust frá einhverju munstri, hvort þú hafi bundið enda á samband eða samband sem þú varst í, hjónaband jafnvel, tekið enda, og því fylgir og heimurinn fer bara svolítið á hvolf, en það er eitthvað svona heildarmynd sem splundraðist, fór í sundur og þú varst aðskilin frá gamla munstrinu þínu. Og já, það var sárt og það er ennþá einhver sársauki ef þú ert að vinna í að sættast við það og læra að lifa nýju lífi. Þú ert tilbúið, þú veist, það er aukinn þroski beint framundan hjá þér. Því fylgir mikil gleði, finndu gleðina í því sem þú gerir og mundu að bara byrja á því sem skiptir þig mestu máli fyrst og ekki gleyma forgangsröðinni, að þó að það sé ofboðslega mikið að gerast í þessari andlegu verkferð, mundu þá hvað skiptir raunverulega máli, hvað er forgangsröðin, mundu eftir þá sjálfu þér, heilsunni þinni, andlegri og líkamlegri, heimilið þitt, ef þú átt börn þá eru þau efst á forgangslistanum og hvað sem þú ert að taka þér fyrir hendur, að það fer ekki fram yfir það fer ekki fram yfir börnin þín og fjölskyldu. Það er svona ágætt að minna sig á þessar forgangsraðanir þegar þú ert að fara í þetta. Af því það sem hún lærir af komandi tíma, það er mjög stórt þroskaskref fyrir þig, þar sem að þú ert svolítið að átta þig á stóru málunum í sjálfu þér og færð bara mjög góða innsýn á það sem þú þarft að vinna með í þér. Og þá svona í lokin ætla ég að fá hér eitt spil úr Greenwich oracle-stokkinu mínum, örstuð skilaboð í lokin. Hérna. Það er hér tómaturinn sem er táknmynd ástarinnar, kærleikurinn er fyrir öllu, það sem skiptir alltaf mestu máli. Að hafa kærleika alltaf með sér, að gera allt sem þú gerir í nafni kærleika og tómatar eru í eðli sínu ofboðslega kröftugir, þeir eru með miklu næringu. Tómaturinn, hann er táknmynd ástarinnar og kærleikans á öllum stigum. Og í rauninni þessi táknmynd þess að kærleikurinn, hann þroskast, ástin þroskast, hún er, þú veist, bara eins og tómatur byrjar sem eitthvað svona píkupúnsu lítil græn búbla, að þá er þetta samt ást, þetta er samt kærleikur og svo bara stækkar það og þroskast það. Þetta er samt alltaf kærleikur og það er sama með þig og þinn kærleika. Það er jafn dýrmætt þó þú sért að þau þroskaferlinu þínu.
Þú getur alltaf stólað þig á kærleikann, jafnvel þegar að plön breytast, jafnvel þegar að sambönd breytast og samskipti breytast. Vandaðu þig í samskiptum, sérstaklega við þá sem eru þér nánir, og mundu að kærleikurinn, rétt eins og tómatarnir, þurfa mikla alúð, mikla athygli, mikla ást, mikla vökun. Þannig að mundu að næra kærleikann þinn. Þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin ræti sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.